Við ætlum að kíkja á hvernig á að hanna kort í Pixel Designer Online. Við byrjum á því að fara inn á heimasíðuna, en þar er að finna upplýsingar stærðir, pappír og verð. Við byrjum á að hanna kort. Ég ætla að sýna ykkur hvernig á að gera liggjandi A6 kort sem 4 síður. Og ég ætla að byrja á því að skrá mig inn. Þegar ég er búinn að skrá mig inn, þá get ég byrjað að hanna kortið. Við getum sett inn myndir með að fara hérna í bláa takka vinstra megin upp í horninu og náði nokkra myndir inn í verkefnið. Hérna er einn jólamynd sem ég ætla að setja inn og síðan kannski eins og eina fjölskyldumynd. Og meðan það er að sendast á serverinn, þá ætla ég að fara hérna í útlit. Það eru nokkur útlit í boði sem þið getið nýtt ykkur, sem komum með myndaboxi sem þá getur dregið myndin þar inn í. Og svo getur þú fundið útlit sem að þér finnst passa best. Ef við þurfum eitthvað að laga stærðin á myndinni inn í myndaboxinu, þá er þetta að tvísmetla á þetta hérna og breyta hvar eða hversu stór myndin er sem kemur í boxið. Þessi lítur vel út svona og ég er mjög sáttur við þetta útlit. Þannig að við getum farið á innsíðurnar og það gerum við hérna niðri. Plasi 1 og 2 er það sem snýr út á kortinu og plasi 3 og 4 það eru innsíðurnar. Yfirleitt er textin hérna hægra megin á jólakortunum og við setjum inn texta með að tvísmetla á þennan ramma. Setjum hérna inn jólakveðju og við fáum hérna meldingu á að textaboxið sé of lítið og þá einfallega bara stækkum við það aðeins. Við getum breytt leturtegund með að fara hérna í textasnið. Leið að þú ert búinn að finna eitthvað letur sem að þú ert sátt eða sáttur við. Þá getum við athuga stærðina á textanum. Getum líka breytt litunum hérna uppi. Þegar við erum sátt við þennan texta, þá getum við farið að vinna vinstra megin. Getum eitt út þessu textaboxi. Sett inn einhvers konar útlit á síðuna. Hérna lengst til hægri þá erum við með alls konar útlit. Hérna til dæmis myndabox í miðjunni á síðunni. Og þar get ég sett þessa jólamyndin. Tvísmetlum á þannig glugga til að sjá hvernig myndin er klippt. Við gætum til dæmis örlítið minka boxi svona. Ef við erum nokkuð sátt við þetta, viljum kannski bæta við smá texta hérna. Þá getum við sett hérna bæta við textaboxi. Breyta aðeins leturinu og stærðinni. Einnig er hægt að búa til textabox og myndabox hvar sem er. Hérna getum við til dæmis sett inn annað myndabox. Ef við myndum vilja setja inn aðra mynd. Getum náð hérna í mynd af dýrun okkar. Dregi hann inn í myndaboxi. Við getum klippt hann örlítið til. Leið og við erum sátt við kortið, þá getum við farið hérna og séð sínusotnaði. Og þetta er svona nokkurn veginn sem myndi prentast út. Þessi rauða lína hér, hún sýnir hvar skurðurinn er á kortinu. Þannig að ef þú ert með mynd sem að nær alveg út í aðarinn,
þá er mjög gott að láta hann að ná örlítið út fyrir rauðu línuna svo fáum ekki hvíta línu inn á kortið. Hérna getum við líka séð forsíðuna og þar sjáum við að rauðu liturinn nær vel út fyrir alls staðar. Ef við erum sátt við kortið svona þá getum við farið strax og panta það, eða þá getum haldið áfram að breyta því. Einnig getum við vistað kortið hvenær sem er. Og haldið áfram seinna með því að fara inn á pöntun.pixel.is. Ef við erum hins vegar sátt þá getum við farið hérna og sett inn pöntun. Það er farið yfir hvort það sé ykkur villur í verkefninu. Það gæti verið myndir sem eru í of lítilli upplausn eða texti sem væri ekki að komast fyrir í textabóksinu. Þá er það eitthvað sem myndi koma fram hérna og myndi ráðleggja að laga það áður og sendir pöntunina inn. En ef við erum sátt þá staðfestum við þetta og förum yfir á pöntuna síðuna. Hérna getum við uppfært fjöldan sem við viljum fá og uppfærum verðið. Einnig getum við valið aðra tegund af pappír. Hérna höldum við svo áfram og þá kemur fram hvernig afgreiðslan er á pöntuninni. Þú getur valið að sækja eða fengið það sent í pósti. Ef við smellum hérna á póstinn þá þurfum við að staðfesta upplýsingar heimilisfangið, vera vissum að það sé í lagi. Þegar við erum búin að því þá getum við haldið áfram og gengið frá greiðslunni. Tökum við öllum helstu greiðslukostum. Þegar þú ert búin að ganga frá greiðslunni þá færðu staðfestingu á pöntuninni í tölvupósti og svo aftur tölvupóst þegar pöntunin er tilbúin. En ég þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel.